sem viðtalsþáttur Þórhalls Gunnarssonar. Hjörtur Magni Jóhannsson, prestur Fríkirkjunnar, velkomin. Takk fyrir. Og við verðum gagnrýndur fyrir að nota predikunarstólinn til að koma svona þínum persónlega málflutningi á framfæri og ekki síst, margir segja að þú sért að kasta rýrð á þjóðkirkjuna og þú sagði meðal annars fyrir 2 árum að það væri góðar fréttir fyrir kristni í landinu og 1000 manna hefðu skráð sig úr þjóðkirkjunni og svo segirðu líka að það sem heldur þeim gangandi eru milljarða framlög frá ríkinu umfram önnur trúfélög og þau skaðist af því. Ég spyrir bara, allt þetta sem að þú hefur sagt að undanförnu og svona, hvað ég að segja, í mikilli gagnrýniðinni á þjóðkirkjuna, snýst þetta bara peninga? Ég hef leyft mér að gagnrýna ójöfnuð, ég hef leyft mér að gagnrýna það að eitt trúfélag framar öðrum fær milljarða á hver einasta ári, sturtaði sína digru og gildu sjóði sem að liggja milli ríkis annars vegar og ríkis trúfélagsins hins vegar. Ég hef haldið fram að þetta stríði gegn evangelískum lútherskum kirkjuskilningi, að þetta stríði gegn jafnræðisskilningi okkar nútíma fólks í siðmenntuðum samfélögum. Þetta fyrirkomulag sem að víðast hvar í hinu kristna heimi er hálfpartinn hlegið að vegna þess að ríkiskirkja eins og við höfum hér á Íslandi sem fær milljarða á hver einasta ári umfram aðra og hún vitnar ekki trúverðuleika kristninnar í landinu, heldur hún vitnar ládeyðu, skeytingaleysi, spyrum til að mynda hvað margir hafa nokkuð skrási í þjóðkirkjur á Íslandi, ég held að það sé 0,0%. Já, en þetta snýst samt bara peninga vegna þess að það má segja líka að þú sért dálítið ósanngjarni í þessum málflutningi þegar þú fullyrir það að þjóðkirkjan fái 5 milljarða frá ríkinu og á sama tíma tekur það ekki fram að helmingur þess eru sóknargjöld sem að þú fær líka. Þannig að ef ekki bara tala þetta á réttan hátt og segja kirkjan fær 2,5 milljarð frá ríkinu. Ég held að það sé ekkert leyndarmál. Það er pólitík í þessu hjá þér. Þú ert svona að kasta rýrð á hana, þú ert að sverta hana og þú notar þarna tölur sem eru líka, myndi ég segja, ósanngjarnar í þeirra garð. Ég er að benda á mismunin og það er ekkert launungamál og þá er ekki neitt leyndarmál að opinber stofnun fái og hafi fengið undanfarna árlega 5 milljarða frá ríki í sína digru sjóði. Það er engin lygi og það er engin tilbúningur. En þetta er samningur milli ríkis og kirkjunnar. Mismunin er svo, trúfélög fá sín safnaða gjöld, en þjóðkirkjan fær 2,5 milljarð ofan á það og því er ég að mótmæla og því fælst þetta mikla ránglæti. En þetta er tildilega nýlegu þar sem að þeir eru að afsala sér kirkjujörðum á sama tíma og að samningu við ríkið, hann gengur út á það að kirkjan fái þessa peninga til sín eftir, hvað að segja, alla þá uppbygging, við getum sagt það bara, að það er mikil uppbygging sem hefur átt sér stað. Fyrst og fremst þetta launagreiðslu til presta. Hvernig kom þessi arfur til, Þórhallur? Það er svolítið spurning. Þetta eru kirkjujarðirnar. Þær komu til og arfurinn myndaðist og mótaðist í kaþólskri tíð. Hér ríkti kaþólskur siður frá því 1000 til 1540-1550. Meiri hluta þess tíma sem að kristnin saga er hér á Íslandi. Síðan var siðbreyting, siðbót og förum aðeins aftur í kaþólskri tíð, þegar að arfurinn var til með því að kaþólskirkjan arðrændi. Það var með ókristilegri skattinnheimtu, það var allskyns kúgun, ólum stofnun að þunga sem mikið af þessu fé komst undir hendur kaþólsku kirkjunnar og landin hafði enga valkosti. Þetta var tekið af formæðrum mínum og forfeðrum segir þínum, allra landsmanna, sama hvar fólk stendur í trúfélagi í dag. Og síðan hefur þjóðkirkjustofnunin núna, það var alls þar til á 20. öld
að þá var algjörlega óvíst eignar aðild á þessu kirkjujörðum og það var alveg víst að þær voru ekki taldar einhverja trúarstofnunar eða trúfélags. En stjórnvöld það var bara síðustu öld sem að þetta var mótað og gengið frá þessu samningi og ég að gagnrýna þennan samning og segja hann sé ósiðlegur og ókristilegur. En þá segir ókristilegur. hvernig þetta gagnrýna vegna þess að stjórnvöld raunverulega fyrir 13 árum þá samþykkjaðu þetta, þau fá til sín kirkjujarðirnar og gera ákveðin samning sem bara fjárhagslegu samningur við kirkjuna. Þannig að viðurkenningin af hendi ríkisins eða ríkisvaldsins. Jú, og það líka það sem ég að gagnrýna. Ég að segja að þeir sem... Það ekki þjóðkirkjuna að kenna, skilur þú? Þjóðkirkjan annar aðilinn og hún fulltrúa hennar skrifa undir þennan og það nefnilega það dapulega við að ég sem forsvarsmaður trúfélags, ég ekki búin að vera þarna í 111 ár, ég búin að vera þarna undanfarin ár og ég þurfti að lifa við það og horfa upp á þetta að þjóðkirkjan lætur sérstaklega gagnvart okkur, vegna sem við erum núna stórt og vaxandi trúfélag, lætur gagnvart okkur eins og það beri enga ábyrgð á þessum samningi. Þetta sé eitthvað sem kom þeim eiginlega, þetta var þvingað ofan á þá, yfir þá. Og ríkið, ráðuneyti tala svolítið sem að þetta sé málefni kirkjunar, kirkjan vísar á ríkið. Það vil enginn vera ábyrgur fyrir þessum samningi vegna hvers, vegna þess að hann siðlaus vegna þess að það eru fleiri evangelísk-lútersk trúfélög sem eiga njóta verndar samkvæmt stjórnarskrá til staðar sem þeim var haldið fyrir utan þegar samningu var gerður og í þessu ferð það ranglæti og það vita allir en þetta bara eins og tabú sem á ekki tala og ég hef upplegað mér svolítið sem drengi sem talar nýjufödd keisarans að þau eru bara óvart gegnsæ. En þú hefur oft mjög stór orð þjóðkirkjuna sjálfa. Þú varst með útvarpspredikuninni hérna ekki eldsfjölnungu og þar maður velti því fyrir sér þú sem sagt nærð eyrum landsmanna með því að koma fram í útvarpi. En á sama tíma í staðinn fyrir að, hvað ég að segja, boða trúna eða meiri kærleika í samfélaginu eða tala bara þau samfélagslegu vandamál sem að blasa við okkur, þá ertu bara rökraða við kirkjuna. Þá ertu bara rökraða raunverulega peninga og það að þú sért undirokaður og þín kirkja fá ekki eitthvað fjármagn. Þetta segir maður, eru þið bara kirkjuna menn lendir í því að vera bara í einhverjum svona prívat átökum algjörlega hafnir yfir það sem raunverulega að gerast í íslensku samfélagi? Þórhallur, við erum að glíma við hrun og kreppu, eftirstöða þess. Og þetta áhugi ykkar. Og einmitt á þessum tíma, þegar að við erum að glíma við að endurskoða hluti, stjórnarskrána meira að segja, alla þætti, grunnviði, grunnundirstöður samfélagsins, að þá mjög mikilvægt að þessi hugað þeim málum okkar þjóðar sem varða framtíðavon, framtíðasýn, trú okkar á að morgundagurinn beri eitthvað gott og betra með sér en fortíðin og þá mjög mikilvægt að málefni trúar og vonar að þau séu í trúverðugri umgjörð, að það sé ekki við þurfum ekki að fá kynróða, við þurfum ekki að skammast okkar þegar að tala trú og kirkju. Ég vil að þessi mál fari í trúverðuga umgjörð þannig að fólk geti sagt hér ríkir trúfrelsi og jafnræði. Já, en í allir þessari gagnrýni þá ertu að, þú ert ekki bara ráðast á, hvað segja, yfirvaldið, kirkju yfirvaldið. Þú ert að ráðast raunverulega á presta sem að þjóna og söfnuðu sem að sækja kirkjurnar og þú ert að gera það og líka þá sem eru í þjóðkirkjunni en þess að þú ert að segja að þetta fólk sé í rauninni bara böljuðaði vilsingar að vera þar. Það ég ekki að segja það, alls ekki. Fordæming þín í þínum boðskap dálítið með þessum hætti og niðurstaðan þetta bara átökum peningamilli trúarfélaga. Ég hvet nú alltaf til að lesa þessa predikun hún á heimasíðunni okkar. Það heilmikið fagnaðar erindi í henni. Sjáðu til ég evangelískur lúterskur prestur við kennum okkur við mótmálasið við eigum að vera gagnrýnin í hugsun samkvæmt stjórnarskrá landsins okkar eigum að vera að vernda evangelíska lúterska kirkju það þýðir skapandi hugsun það þýðir nýsköpun það þýðir, í mínum huga, það að kenna sig við Martin Luther, þann mjög svo briska mann,
Hann var drykkjurútur, hann var skaphundur, hann skrifaði hluti sem hann átti aldrei að láta sína eða birta, mjög breyskur. En ég vil kenna mig við Lúther. Og hvers vegna? Jú, kannski líka vegna breysleikans, vegna þess að hann var það mjög mennskur, en að hann tengdi trúna við lýðræði, við samfélagslega jafnræði. Hann vildi losa við alla óþarfa milliliði, hann vildi losa við páfavaldið í Róm, hann vildi kardinála. Einhvern veginn svona uppáhaldsmaður nútíma bókstafstrúar líka? Nei, alls ekki. Auðvitað, hann var einstrengislegur á mörgum sviðum, en hann opnaði einmitt hinn gluggann. Hann opnaði gluggann, hann átti þátt í lýðræðisvæðingu Evrópu, upplýsingastefninu og fleira. Og það er það jákvæða við að tengja sig við Lúther. Þjóðkirkjustofnunin hefur alltaf verið að segja, nei Hjörtur, Lúther var ekki svona á þessum basis, hann var rauninni hálfkaþólskur. Það er dapurlegt. Þegar lúthersk arfleifði eitthvað sem ég ber mikla virðingu fyrir og hún er það eina held ég sem getur tengt trúarstofnanirnar við nútíma áherslur á lýðræði, jafnræði og víða sýn. Miklu frekar heldur nokkuð önnur trúar eða kirkjudeild. En ég velti því fyrir mig að því við erum alltaf að ræða stjórnarskrána í þessu samhengi og nú á stend til að breyta henni. Og í þessari 60. og annar grein þá stendur einfallega stjórnarskrá lýðveldisins eða stendur í stjórnarskráni hinn evangelíska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi og skal ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda. Það stendur ekkert í rauninni meira og ég velti því fyrir mér sko hvað myndi gerast ef að við bara hreinlega tækjum þetta ákvæði út eða segðum á Íslandi skal ríkja trúfrelsi? Af hverju að taka bara yfirleitt eitthvað fram hvað varðar trúmál á Íslandi? Ég meina, hvað gerist við það bara hreinlega að segja annarkvort, hér skal ríkja trúfrelsi eða bara sleppa þessari grein? Jú, ég held að, ég hef nú látið hafa þetta nú tala um það í þessari útvarpspredikun til að mynda að ég held að það sé ekki nauðsynlegt að taka þetta út, þetta ákvæði, en það sá þáttur sem að helst kallar á það að greinin verið tekin út, að það er framgang á þjóðkirkjunar, vegna þess að hún framgengur ekki eins og evangelísk-lútersk kirkja á að gera. En þá sé hún við samt sem aðrir hópar, vegna þess að þú tilheyrir og þú fellur þarna undir þetta ákvæði og fríkirkjan. En það eru aðrir trúarhópar sem gera það ekki. Já. Og það felur í sér ákveðna mismunun og líka þeir sem að eru bara hreinlega vantrúaðir eða trúlausir eða aðhyllast bara alltaf að trúaskoðanir að það er ekki pláss fyrir þá í þessari grein heldur. Þess vegna segi ég sko, ef við ætlum að vera svona umburðarlynd og víðsýn, af hverju opnum við þá ekki fyrir bara algjört trúfrelsi? Það er það sem að sko, ég myndi ekki gráta það mikið þóttu þetta ákvæði verið tekið út. Myndirðu styðja það? Ég veit það ekki, ég myndi vilja sjá hvernig umræðan þróast og svo framvegis, en það er ekki, ég óttast ekki svo mikið við það, því að það er ekki mínir hagsmunir, þótt ég sé prestur í lúthersku trúfélagi, það er engir stofnunarlegir hagsmunir held ég fyrir mig, en það sem sé jákvætt við að halda ákvæðin inni er það að undir formerkjum lúterskra trúar er hægt, og það er það sem ég hef gert undanfarin ár, þá er hægt að berjast fyrir jafnræði trúfélaga fyllilega af heilindum, allan trúfélaga og allara trúar bragða leið og höldum þessu ákvæði inni. Nú erum við að koma út úr miklu efnaðslegu hruni og við erum að ræða nýgildi og á sama tíma og eiginlega komumst við að því að kirkjan er logar í alls kyns átökum og það koma upp ýmist ljót mál innan trúfélaga og kirkjunar þar sem að sérstaklega kynferðisbrotamál og ýmis önnur átakamál og einhvern veginn finnst manni sko að þið séuð einhvern veginn öll í einhvers konar fílabeinsstundni langt frá þjóðinni og langt frá því sem er að gerast bara innan þessa samfélags. Ég get ekki séð að þið séu hvergi nokkuð staðar nálægt þegar að við horfum á biðraðir fólks eftir matarútlutunum til dæmis að þið leggið ykkar að mörkum til þess að hjálpa og styðja þá sem að standa veikast. Hvort við erum í fílabeinsturni, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að endilega verið mikið að koma fríkirkjuna framfæri hér þessu viðtali, en það fjölgað helming við höfum tvöfaldast
á þeim 13 árum sem ég hef starfað þarna og það segir mér að við erum ekki Fílabeinsturnin, það segir mér að fólk leita til okkar. En ég er að tala bara þessa beinu og við erum í einhverju takt, við erum að gera eitthvað rétt, við erum í einhverju taktu við samfélagi fólkinu, við samfélagi landinu. Varðandi hjálpina að þá erum við með útdeilingarstarf, við látum fólk hafa matarmiða, við erum með fatnað sem við reynum að koma til fólksins og við fengið frá verslunum og góðum aðölum í samfélaginu. En við erum ekki þetta stóra apparat aftur þarna sem að til að mynda ríkiskirkjan er. Þú ert alveg nógu stórt apparat, ég meina þú ert 8.000 manns. 9.000. Við gerum það sem við getum. Já. Við gerum það sem við getum. Er það? Já. Ég meina, eru þið í rauninni með, hvað að segja, puttan á púlsinu, hvernig hjarta slær hjá einstaklingu sem eiga sárt að binda? Auðvitað mætti gera margfalt betur. Við reynum að gera það sem við getum. Ég meina það alla stofnanir samfélagsins gagnrýndar eftir hrunið, hvort sem það eru fjölmiðlar eða stjórnmál eða háskólafólk eða hverju það eru. Kirkjan er ekkert undanskilin þar og líklega reynir meira á kirkjuna fólk heldur en nokkuð tíman áður og það gerir það. Þeir rífist peninga. Það gerir það. Við köllum á eftir réttlæti og jafnræði og það er það sem við erum að gera og það kannski sko það versta er ekki alltaf sem sagt í orðum, þögnin getur líka verið slæm og það að erindum sé ekki svarað af háum stofnunum í Fílabeinsturnum, það getur verið af jafn stór synd og einhver sem að hefur orð á ranglætinu. Ég hef ekki skynjað þessu svo, Þórhallur, vegna þess að eins og ég segi, fólk hefur streymt til okkar og það gefur til vísbendingu, til mér þá vísbendingu að við séum að gera eitthvað rétt og við séum í takt við samfélagið sem við lifum og búum. En að vera í takt við samfélagið, vegna þess að kirkjan þarf líka ástunda einhvers konar íhaldssemi, bara vera til staðar, svona eins og foreldri þar sem að barnið þarf aðeins að hlaupa sér á hornin en foreldri þarf að vera til staðar með einhver grunngildi. Kirkjan átt gagnrýnd fyrir að taka þátt í alls konar upplaupum og svona þróast af einhverjum straumum og stefnum og tísku og einhverju slíku og við sjáum það bara í athöfnum og trúarlegu athöfnum, brúðkaupum og öðru slíku. Hvað er hægt að elta tíðarandan mikið og stemningun út í samfélaginu? Ég meina, er það ekki líka það sem að þú ert að upplifa? Þú ert að upplifa okkurna vinsældir einfallega vegna þess að þú ert svona, hvað ég að segja, eftirgefanlegur varðandi ýmis gildi? Guðmundur, já, ég var að fyrir. Það held ég ekki, vistu það að sko, aftur, sjáum til Þórhallur. Snýst þetta vinsældir? Nei, við höfum lagt áherslu á að mæta fólkinu það sem það er. Við höfum lagt áherslu á það að vera ekki að reyna að svara spurningum í predikunarstólnum sem enginn spyr. Við reynda að svara þeim spurningum sem einmitt samfélagi spyr. Oft er það með trúarsamfélög að þau er allt stöðugt að svara spurningum sem enginn spyr og er að tala við sig sjálf. Við reynum að mæta fólkinu það sem það er. Einhver getur kallað það léttúð, að það sé bjart og gleði í brúðkaupum. Brúðkaup eru gleðilegar athafnir. Það hefur lengi verið hér á landi að brúðkaup hafa stundum líkst frekar útförum heldur en að það sé vera að fagna lífi. Ég hvet fólk til að klappa á gleðilegu stundum í kirkjunni. Margt eldra fólk hélt að það hafi verið bannað að klappa í kirkju. Skyldi það vera eitthvað hættulegt að klappa í kirkju? Nei, ég held ekki. Kirkja er stofnun, hús, bygging, hvað við segja, samfélag, sem kennir sig við hvað? Sorgarfréttir? Nei. Fagnaðar erindi er að kalla. Já, nú erum við að tala um ákveðnar athafnir og kirkjulegar athafnir en samt kirkjusókn er bara skelfilega lág hérna á Íslandi með hvað við teljum okkur vera trúið, svona samkvæmt einhverjum könnunum. Það er greint að fólk sækir þá ekki til kirkjunar til þess að stunda sína trú, það bara vilja stunda hana þá með sjálfu sér eða annar staðar. Það er einmitt þessi mótsögn Þórhallur sem að ég vil skoða og vil setja puttan á að það er það að í almennum skoðanakönnunum í mörg ár segjast Íslendingar vera mjög trúaðir. Mjög trúaðir. Já, en þeir kom ekki í kirkju. En svo næstu spurningar trúrækni, þá kemur ljós að við erum eiginlega sú þjóð í kristna heimi, allavega Evrópu, sem að fer sjaldnast í kirkju. Já, en það þarf ekki að þýða að þú setur í trúrækin. Samt erum við hér með 5 milljarða yfirbyggingu til að greiða
einni stofnun til að smala fólk í kirkju. Já, þetta kemur aftur að því. En ég meina, hér er eitthvað hrópandi mótsögn í gangi. Hér er eitthvað bara sem að bara... Ég gæti verið trúrækin á þess að segja kirkju. Auðvitað. Ég geti eitthvað minna trú á þess að segja kirkju. Vitanlega. En þið leggja alltaf upp úr því. Það sem er gott að blessa. Og það er svona, Leo Tolstói, það er stutt síðan að við fögnuðum Gumgór, það er stutt síðan að var 100 ár liðin frá dánandægri hans, þess mikla skálds. Hann sagði eitt sinn að það að leita til trúarstofnunarinnar til að finna Guð ja fáránlegt og að kveikja ljós á kerti á heitum og björtum degi og bera þau upp á sólinni í þeim tilgangi að sjá sólina betur. Við þurfum ekki trúarstofnanir til að finna Guð. Þórhallur veist að Guð, hann er ekki upp í Fílabeinsturninum, hann er ekki upp í Hallgrímskirkjuturni, hann er ekki í krossinum, hann er ekki í Fríkirkjuturninum. Guð er innra með þér og hann er innra með mér og hann er innra með öllu fólkinu. Og á hvað trúar Guð? Við þurfum, já, hverjar trúar er Guð? Já, það er góð spurning. Öll börn jarðar eru Guðs börn. Guð skapaði búddistana, Guð skapaði hindúana, hann skapaði íslamska samfélagið. Desmond Tutu sagði eitt sinn, Guð er alls ekkert kristinn. Vissuðu það ekki? Guð er ekkert kristinn. Vegna þess að ef hann er kristinn þá er hann líka búddisti, þá er hann líka hindúi, þá er hann líka... Guð er nefnilega æðri en öll kirkjudeildar átök, hann er æðri kirkjudeildum, hann er æðri trúarbrögðum, vegna þess að allt þetta trúarbrögð, kirkjudeildir, þetta verður misnotað af misvitrum mönnum og það má ekki setja Guð niður á þetta lága plan, hann er æðri og hann er ofar þessu og enginn okkar, ekkert okkar á Guð. Við í Fríkirkjunum eigum hann ekki. Björn Magni, kæra þakkir fyrir komuna. Takk.